Þetta er verkefni 5 í Excel-bókin á blaðsíðu 33, 32 til 35 reyndar. Ég ætla að byrja hér á að bæta inn línu hérna fyrir ofan línu 11 og síðan ætla ég að breyta útlituna á henni. Þetta er liður 5 í bókinni. Íti hérna á hægri mús og format cells og hérna í fill ætla ég að velja eitthvað lit og hérna í pattern get ég valið pattern og OK og síðan ætla ég að mjúka línuna hérna svona, þá lítur þetta svona út. En nú ætla ég að fara í lið númer 6 og búa til kökurit. Þá vel ég A4 til A10, tek þetta hér niður og þegar við erum að velja dálka sem eru afskildir þá þurfum að halda Ctrl hnappi niður á meðan og ég ætla að velja verðmæti sölu. Þá tek ég þetta hér, afmarka hér, held Ctrl og vel hér. Á insert flippanum undir charts þar veljum við myndritin og ég ætla að fara og velja pie hérna í þessu hér og vel bara svona venjulega að færa þetta, teka þetta hérna bendillin verður svona svo 4-8 ör til að taka þetta hérna niður fyrir og við ætlum að byrja á því að smella hér og skrifa inn textan sala húsgagnabúðarinnar þið sjáuð að hér fyrir ofan á riklínuna kemur textinn. Ég er með tjartætl valið leið og ég ít á enter að þá kemur textinn inn og nú ætlum við að fá hlutfall smelli hérna utan á og í Excel 2013 þá svona þessir hnappar hér, plúsin, pensillin og sían. Í Excel 2010 og Excel 2007 þá var sérstakur flipi hérna uppi undir tjarttúl sem hér layout en hann er komin hingað. Ég ætla að fara hingað og velja hérna í data labels. Þá ætla ég að velja hér í more options. Þá ætla ég að taka hakið hérna af value og velja prósentur í staðinn. Þá fæ ég upp prósentur hlutvallið. Síðan ætla ég að loka þessu og þá kemur þetta svona. Og ef ég vil velja leguna á skýringareitnum annar staðar, legend, það er skýringareiturinn og ég fer hér í örina og vil top. Þá fæ ég þetta hér fyrir ofan. Og sjáu að litirnir passa hér við. Hún leggur sem sagt saman allar tölurnar og reiknar út hlutfallið, mjög þægilegt. En þið getið breytt útlitinu á myndritinu á auðveldan hátt í Office 2013 og smellið hér utan á myndritið og í design flipanum eru nokkrir möguleikar á útlitsmótum og ef þið rennið bendlinum yfir þá sjáu þið strax hvernig þetta lítur út. Þannig að endilega velja eitthvað læsilegan eða þannig að þetta sé vel læsilegt. Svolítið erfitt að sjá til dæmis á dökkbláa litnum og jáfnvel á næsta bláa lit líka hvaða tölur eru en hér er þetta mjög skýrt því að tölurnar eru hvítar á bakgrunnum og þið getið stækkað myndriti með því að toga í hornin og upp eða niður og þá lítur þetta svona út. Ef þið farið í prentskoðun núna þegar þið eru með smelt á myndritið að þá sést bara myndritið og sjáu þetta svona, það er alveg sér. Þannig ef ég fer hér út fyrir og smelli núna á prentskoðun þá lítur þetta svona út og það stendur hérna að þetta fari á 2 síður, sjá síðu 2 eitthvað örlítið hérna. Þannig að nú er tilvalið að fara hérna bara í page setup og segja bara fit to one page og ef þið viljið setja haus og fót og miðja á síðu að þá getið þið gert það en núna passar þetta. Myndriti hefur sannlega farið aðeins út í næsta reit og
þá fer það yfir á aðra síðu. En þið munið eftir fit to one page ef að viljið losna við að mjókka, dálka eða minnka myndrit eða annað. Þannig að þá er verkefni 5 búið og ég vista